ársbyrjun 2005 að þá greindist kona mín heitinn með brjóstakrabbamein, fór í brjóstnám og síðan í lyfjagjöf og geisla og allt þetta sem tilheyrir bara. Og það rétti sig af og allt í toppstandi með það. Tók sig upp aftur áramótin 2008 sem endaði svo bara með, náttúrulega hún lést í mars 2009. Og síðan fer ég að vinna hjá Krafti eftir það. Ég heiti Þorvaldur, kallaði Valdi og ég er framkvæmdastjóri Hjólakrafts í dag, stofnandi, og það er gaman að sjá frá því að Hjólakraftur hefur svona í gegnum þessi ár sem að hann hefur verið til, síðan 2014, fekk hann kennitölu, að þá hann verður til í rauninni þegar ég var að vinna hjá Krafti í höfuðstöðvum Krabbameinsfélagsins í Skógarhlíðinni. Fræðslan og forvitnirnar þurfi ekki að vera leiðilegt eða sorglegt, skiljið. Það má vera svolítið, það má hafa þetta svolítið gaman að þessu, til þess að fólk gerir þetta, sko. Ég held að það sé mjög mikilvægt að gera þannig og Krabbameinsfélagið þarf að gera það. Það hefur verið til dæmis alltaf í sambandi við Mottumars, allar auglýsingarnar þar hafa verið mjög skemmtilegar. Það er gert út á svona húmor og allt þetta og það er bara svo mikilvægt. Þannig þurfum við að nálgast þetta viðfangsefni. Við þurfum að ganga í þetta verkefni með húmorinn að leiðarljósi.